Komið sæl, þetta lífið á Hringbraut sem fjallar áhugamál fólks, hlátur þess og grátur og menninguna í allri sinni mynd í landinu. Við ætlum að kynnast Gabríelu Friðriksdóttur og list hennar hér í lok þáttarins rétt undir 9. Sirrý verður að sjálfsögðu á sínum stað og nú er henni í ruslinu. En við byrjum á austrænni læknisfræði. Takk fyrir, Linda Blöndal. Og þá það heilsan, það sem skiptir öllu máli. Kjörlækningar svolítið sem að fólk leitar hjálpa til og nýtur meiri vinsælda, hvort að megi segja það, en hún Þórunn Birna Guðmundsdóttir er doktor í austrænni læknisfræði og lærði til margra ára í Bandaríkjunum, nálastungur og fleira til. Velkomin. Takk fyrir. Kannski þessi austræna læknisfræði og svo þessi vestræna. Já. Þetta eitthvað sem að nálgast hvort annað meira núna? Já, mér finnst það vera að nálgast meira núna síðastliðin kannski bara 5 ár með vísindunum, rannsóknum í heiminum. Það eru stærri háskólar eins og Stanford og stóri skólar í Bandaríkjunum sem farnir að gera stærri vísindarannsóknir á austurlenskri læknisfræði. Þá verður virðingin meira og tekið meira mark á þeim rannsóknum heldur en kannski þeim sem eru búin að vera að gera síðastliðin 20-30 ár í Kína. Þannig að þá viðurkenningin farin að verða aðeins meiri og kannski styttist bilið á milli þessara meðferða. Eins og í Harvard háskólanum í Bandaríkjunum þá núna farið að kenna kúrsa í læknadeildinni þar í austurlenskri læknisfræði. Þannig þá sér maður hvernig þetta farið aðeins að nálgast í heiminum. Og þitt nám, það þú tekur þessa hefðbundnu kúrsa, þessa vestrænu kúrsa, sem að segja, og líka þá þetta sem telst austurlenskt og þá kannski jurtirnar og nálastungunnar. Já, af því ég lærði í Bandaríkjunum að þá námið byggt upp þannig að það verið að reyna að hjálpa fólki að vinna saman þar sem í þessum geira, heilsugeira. Þannig að við sem lærum austurlenska læknisfræði, austræna læknisfræði, við eigum að geta tala við vestræna lækna, við eigum að geta skilið þeirra tungumál, skilið sjúklinga sem koma frá þeim til okkar og svo öfugt. Þannig að við verðum að fara yfir vestrænu fræðina upp að vissu marki. Og síðan það austurlenska læknisfræðin sem þá nálastungur, jurtafræði, mataræði, svolítið sálfræði og svo lífsspeki og heimspeki. Og þú með þína stofu í Kópavoginum sem þú tekur á móti fólki og nú komin heim með þessa þekkingu. Hvers konar fólki að sinna? Hvaða kvilla, til hvers leitar fólk til þín? Og hvernig hjálpar þið? Það svo merkilegt að þetta svolítið eins og vinna eins og kannski ímynda ég mér heimilislæknir í Reykjavík. Þú kemur með hvaða kvilla sem sumir að koma út af stressi, aðrir að koma út af bakverki eða hnéverk eða einhvers konar verkjum, mígreni, höfuðverkjum og svo ég með ófrjósemi og fólk sem með meltingarvandamál eða hjartavandamál eða búin að mjög mikið af vefjagigt og þvíumlíkt. Þannig að það eiginlega aldrei hægt að stoppa. Nei. Það hvað sem og svefnleysi og annað slíkt. Hvað gerir þau fyrir fólk? Þunglyndi og kvíða, mikið af því. Þunglyndi og kvíða, já. Þetta náttúrulega kannski svolítið svona nútíma lífstíllinn líka sem kemur þarna í gegn. En hvernig hjálpar þau fólki? Hvað gerir þau fyrir það? Það rosalega einstaklingsbundið hvað ég geri fyrir hvern og einn. Ég byrja því bara að nálgast manneskjuna sem nýja mannesku, þar að segja ég kem ekki að neitt í rútínu við fólk. Og svo þarf maður svolítið að lesa fólk og við notum sjúkdómsgreiningu í austurlenskri læknisfræði sem mjög sérstök. Við tökum púlstökur og þær kenna manni rosalega margt sem á að lesa tunguna og þetta hljómar voðalega sérkennilega. En þetta 4000 ára gömul vísindi og með því að spurja kannski, ég get ímyndað mér svona kannski einhverja 20-30 spurningar og síðan nota púlstökuna og lesa svolítið á líkamann að þá púslast þetta betur saman. En púlstaka, það bara ekkert venjulegt svona að taka púlsinn eins og við? Þá erum við svolítið að finna sláttinn í púlsinum. Við erum að lesa sláttinn því að ef maður búin að finna einhverja 200, 300 eða ekki þúsundir púlsa, þá hver púls mismunandi og hann mismunandi í vissum stöðum.
og hann kemur misjafnt upp og það fer eftir því sko, maður fer að þekka munsturinn hjá einstakling sem kannski stressaður eða þunglindur eða með mikinn höfuðverk eða eitthvað, þá púlsinn mjög ólíkur bara hér. Þannig að þið hlustið nákvæmar kannski. Já, við erum að lesa. Þið alveg í þessu fínu línunum. Já, við erum að lesa hverja manneskuna, það að vera svolítið næmur og geta svona fylgst með og horft á manneskuna og lesa einkennin. Stundum það bara andlitslitur og dráttur og hvernig fólk talar eða það tilbaka eða fram, það svo margt. Og tungan, þá sko biðið fólk að reika út úr sér tunguna og skoðið hvernig hún á litin? Já, ekki bara það, heldur líka mótun hennar og skánina og eða rauður dílar eða depla, það svo margt. Og þetta gefur okkur bara örlítið fleiri upplýsingar hvað ástand innra með fólki. Því meira sem við vitum einstaklingin, því betra getum við hjálpað þeim. Hversu vel hefur þér gengið að hjálpa fólki að útskrifa það frá þinni klínik? Já, fólk oft spurt, ertu ekki með marga reglulega kúnna? Og ég státa mig af því að ég fegin því að útskrifa kúnna. Mér finnst gott að ég kalla kúnna eða sjúklinga. En ég vil ekki endilega vera með sjúklinga á bekknum hjá mig bara endalaust, því það þýðir að við erum ekki að vinna okkar starf. Ef engin breyting orðin eftir kannski einhver 5 skipti, þá verði ég að benda fólki á að kannski kíkja eitthvað annað og skoða ef ég næ ekki þeim árangri sem ég vil ná á vissum tíma. Þannig að mér gengur yfirleitt rosalega vel að ná breytingum. Og síðan kemur í ljós hvað mörgum breytingum eða hvað langt fólk vil fara í að líða vel. Þegar að fólk með eitthvað sem kallast krónískt, þá tekur það bara eðlilega lengri tíma að vinna með fólkið. Þegar það eitthvað sem bara kom upp í þar síðustu viku eða fyrir mánuði síðan eða 2, eða fyrir nokkrum mánuðum, þá vinnur það hraðar, sér það árangur rosalega hratt og það svo gleðilegt og það sem heldur manni áfram í þessu starfi og nærir mann rauninni að einmitt sjá rosalega góðan árangur. En færðu til þeim fólk sem búið að ganga á milli lækna, sem búið að vera á sýklalyfjaskömmtum og taka lyf og allt þetta og kannski gengur ekkert með það? Ertu að fá það fólk sem svona búið að vera einhverjum konar kannski þrautagöngu og mikilli lyfjanotkun? Já, eiginlega allt og mikið. Því að mér finnst það pínu sorglegt sko að mér finnst sniðugra og heilsusamlegra fólk byrjar á hinum endanum. Að byrja að breyta lífstíl eða líferni að fá ráðgjöf í mataræði eða koma til okkar í nálastungur við sem stundum þær og hefum hlotið menntun í því að byrja þar og ef það gengur ekki fara þá í sterkari lyf. Það rosalega leiðinlegt að sjá fólk búin að vera á einhverjum 3, 4, 5 lyfjum með öllum þeim aukaverkunum og ætla síðan að fara að snúa allir því blaði við. Þannig að draumurinn minn var að sjá þetta omvendt eða öfugt. Þannig að við byrjum á því einfalda fyrst og förum síðan út í flóknari ferli. En vandamálið hjá okkur á Íslandi sem stundum þetta, eins og hjá mér, að þessi 4000 ára gamlar kínverskar jurtir sem ég með doktorsgráðu í, eru flestallar ólöglegar á Íslandi. Þannig að ég hef ekki getað notað þau meðöl og þau meðöl eða lyf sem eru í minni kunnáttu hér á Íslandi. Þannig að ég reyna að grípa í íslenskar jurtir eða nota mataræði meira. Já, en hamlar það þér kannski svolítið að geta ekki? Já, því að erlendis eða í Bandaríkjunum var ég að vinna með mjög erfið tilfelli og náði mjög góðum árangri af því að jurtirnar og jurtafræðin kom þar inn í. Er þetta sama þá á hómeópatía? Nei, þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þú erum ekki ruglað því saman? Nei, þetta er allt annað. Ég er ekki með neina þekkingu í hómeópatíu og hefur raunin ekkert, skil hann ekki alveg 100%, þannig að ég get ekkert tjáð mig hómeópatíu. Það er alveg tvennt ólíkt. En þú, það var viðtal við þig á heilsuhringnum, heilsuhringurum.is og þar til dæmis kemur fram að þú hefur áhyggjur af því að fólk að læra nálastungur kannski nokkra vikna námskeiði og sé farið að meðhöndla fólk. Þú varar við því? Já, af því að ég búin að læra í 6 ár og ég veit að ég hef ennþá svo margt ólært. Og þetta ennþá varasamt að vera með fólk fyrir framan sig og
treysta þér fyrir sinni heilsu, að maður er aldrei búinn að læra í þessu námi. Og ég var í mastersnáminu mínu var ég í 4 ár allan daginn fullu námi, sumar, vetur, haust og vor, og ég veit að þeir sem að fara núna í dag í helgarnámskeið og annað, þetta er bara mjög varasamt og við erum að sjá í Bandaríkjunum að því fylgist mjög vel með hvað er að gerast þar, enda er ég með bandarískt vinnuleyfi þar. Fylgist mjög vel með að það er að koma upp tilfelli þar sem að nálastungur fólk er að hljóta kannski einhvern skaða, en þá eru tilfellin yfirleitt alltaf, og ég hef bara heyrt tilfelli sem eru þá tengd sjúkraþjálfurum að stunda nálastungur eða nuddurum eða einhverju slíku sem að fá ekki þessa heildarmenntun og allan pakkan, þannig að kennslan eða skilningur nær ekki það djúpt. Nei. En kannski svona lokum, þú kemur frá Bandaríkjunum og það sem að þetta er þó nokkuð viðurkennt og austurlensk lækning til hliðar við vestrænu lækninguna og þetta eru sko læknar sem vinna hlið við hlið á spítulum. Í sumum spítulum í Bandaríkjunum er það orðið tilfelli. Já. Hvernig finnst þér vera svona umhverfi hérna heima að vinna innan læknana? Finnst þér vera móttækilegir fyrir þessu? Ég get aðeins sagt já, sumir sem er bara yndislegt. Það er yndislegt að vinna með læknum á Íslandi, þeir sem eru opnir, en það eru alls ekkert allir, en það er allt í góðu því þetta kemur bara hægt og rólega, skilningurinn á því þetta er allt spurning bara er ekki fordómar bara skortur á þekkingu og þegar þeir fara að kynna sér þetta betur og þá skilja þeir betur hvað við erum að gera. Það er ekkert langt síðan að þetta voru alltaf skottulækningar og eitthvað slíkt og óhefðbundið, þar sem að sko minn skóli heitir sko ég stunda traditional Chinese medicine, það er ekkert óhefðbundið við þetta, 4000 ára gamalt, þannig að þetta er svolítið, orðin eru svolítið lýsandi fyrir viðhorfið. Já, akkurat. En þið getið séð meira þetta á hringbraut.is á vefsíðinu okkar, en Þórunn Birna Guðmundsdóttir, doktor í austrænni læknisfræði. Takk kærlega fyrir komuna til okkar. Takk fyrir. Og lífið heldur að sjálfsögðu áfram og fólk með sirri er næsta dagskrá.